Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Markús. Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilega boðskap. Guðspjall þessa drottins dags að finna í 4. kafla Markúsar Guðspjalls og það vers 21 til 25. Og hann sagði við þá, ekki bera minn ljós inn og setja þau undir mæliker eða bekk. Það ekki sett á ljósastykku? Því að ekkert hulið að það verði ekki gjört opinbert, né leynt að það komi ekki í ljós. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. En sagði hann við þá, gætið að hvað þér heyrið. Með þeim mæli sem þér mælið mun yður mælt verða og við yður bætt. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Ég hef oft talað það hvernig kærleikurinn gengur gegnum biblíuna alla sem rauður þráður og ritningalestrar þessa drottins dags eru engin undantekning á því. Jesús gefur okkur boðorðið það að elska Guð af öllu hjarta, af allri sálu og af öllu mætti og því næst gefur hann okkur boðorðið að elska náungan eins og okkur sjálf. Kjarnaboðorðið í biblíunni boðorðið það að elska og öll hin boðorðin eru í raun og veru ekki neitt annað heldur leiðbeiningar í því hvernig maður elskar. Réttlátur maður eða réttlát kona sem elskar Guð og náungan fer að sjálfsögðu eftir boðorðum Guðs. Það hreinlega bein afleiðing þess að elska. Kærleikurinn og boðorðin geta því ekki án hvers annars verið. Því að án kærleikans boðorð Guðs köld og hörð og gera engum gott. Tökum sem dæmi 5. boðorðið, þú skalt eigi mann deyða. Ef ég gerir mér ekki grein fyrir því að þetta boðorð einkennist af kærleikanum, þá geti ég litið á það sem einfalt mark til þess að ná. Svo fremur sem ég tek ekki einfallega rýting og sting honum í brjóstið á náunga mínum eða geri eitthvað þaðan af verra, þá hlýt ég að hafa haldið boðorðið í þeim skilningi, er það ekki? Jafnvel þótt ég berji náunga minn eða skemmi fyrir honum eða gera honum lífið leitt, hef ég ekki brotið boðorðið. Það að segja ef ég leyfi honum þá að halda lífi, er það ekki? Ef mér verður að finnast að það aumur kærleikur til náungans ef mér finnst ekki nóg, ef mér finnst nóg að drepa hann ekki. Ef ég hins vegar elska náunga minn, þá hlýt ég að vilja honum vel. Þá hlýt ég að vilja hjálpa honum þegar líf í neyð eða þegar hann í þörf. Er ekki svo? Eða ef við lítum á 8. boðorðið, þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum, þá get ég haldið boðorðið svo fremi sem ég segi ekki einhverja beina lygi. Þannig ef ég set upp aðstæðu þannig að náungi minn dregur ranga ályktun af sjálfum sér, þannig að það hann sem í lokin dregur þessa röngu ályktun, hef ég þá mitt á hreinu. Ef ég hef ekki logið að honum heldur einungis gert honum kleift eða kannski auðveldar að komast að rangri niðurstöðu. Kannski talaði ég loðið eða óljóst mál, eða kannski gaf ég honum takmarkaður upplýsingar eða loðin lofvorð. En auðvitað laug ég aldrei að honum, ef maður nákvæmur á skilgreiningunum á því hvað lygi er. Eða kannski ýjaði ég að einhverju varðandi mann eða konu sem mér aðeins illa við og vona síðan að aðrir dragi ályktanir og dreifi rógburðinum fyrir mig. Síðan get ég þá auðvitað neita því að nokkuð hafi komið frá mér. Ég sagði aldrei neitt, ég laug aldrei neinu. Þetta auðvitað vel þekkt tækni sem margir hafa nýtt sér og það þá augljóst að það engin kærleikur í slíku. Annars þekkjum við það líka til dæmis þegar stór fyrirtæki láta menn skrifa undir samninga sem eru svo langir eða erfir í málinu að engum dettur í hug að lesa þá. Þannig kom þessi fyrirtæki í veg fyrir að nokkur maður viti
hvað hann að skrifa undir. Og það hendar auðvitað svona fyrirtækjum prýðilega. Þeir brjóta engin lög með þessu, en þeir binda viðskiptavini sína við skilmála sem þeir myndu kannski aldrei samþykkja ef þeir hefðu lesið á og skildu ástæðuna fyrir þeim. Ef við getum séð fyrir okkur yfirmann í fyrirtæki sem þrælar út aðstoðarmanni sínum í þeirri vonum að aðstoðarmaðurinn fái stöðu hækkun og hærri laun. En auðvitað hefur yfirmaðurinn aldrei lofað neinu slíku og þá kemur auðvitað engin stöðuhækkun. Maður getur ímyndað sér hvað það svekkjandi og kannski hefur við öll séð einhverja kvikmyndar sem að svoleiðis aðstæður eru. En annars það furðulegt hvað boðorðin geta orðið illkvittnisleg þegar maður fylgir þeim án þess að þau mótist af kærleikanum. Við þekkjum auðvitað öll einhvern sem að nákvæmur á öllum reglum, en sem samt sem áður engum líkar við. Því allt sem við þekkjum pirringurinn og reiðin hjá þessum einstaklingi þegar reglunum ekki fylgt. Hann hefur engan skilning með þeim sem að raunverulega mistekst eða þeim sem að brjóta reglurnar af vangáningi eða sem annars eiga erfitt með að halda reglurnar af einhverjum ástæðum. Sjálfur heldur hann alla reglurnar samkvæmt bókstafnum en veit kannski ekki einu sinni af hverju þær eru skrifaðar. Og hún svo sem líka alveg sama. Það eina sem skiptir máli að hafa reglurnar á hreinu samkvæmt bókstafnum eða í tæknilegum skilningi. Kannski eigum við sjálf til að vera þessi einstaklingur. Þótt að sé kannski ekki hinn dæmigerði Íslandingur, þá eru mörg okkar með þetta í hjarta okkar. Svona hef ég líka litið á boðorð Guðs þegar ég var ungur maður. Ég sá reglurnar sem kaldar og kærleiksrausar, helst af öllu kannski mótaðar af reiði Guðs yfir ranglætinu í heiminum. Allt sem skipti máli var að halda boðorðin tæknilega, samkvæmt bókstafnum, en kannski skipti ekki svo miklu máli hvernig þau voru haldin. En það hugsunarháttur farisea og andlegra erfingja þeirra. Að binda sig við auðveldar og takmarkaðar skilgreiningar á boðorðunum og leyfa sér síðan að komast í kringum þær með klækjum og brögðum, svo lengi sem maður heldur þau tæknilega. En það að halda boðorðin með þessum hætti getur varla talist að halda því yfir höfuð. Þess vegna eiga boðorðin að mótast af kærleikanum. Því boðorðin eru sannarlega kærleikur Guðs eins og við heyrðum í síðari ritningalestrinum og ég endurtek. 1. Jónasarbréfi, 2. kafla 4. til 7. vers. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitir boðorð hans, í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðinn fullkominn. Af því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöðugur í honum ber sjálfur að breyta eins og hann breytti. Þannig að ef við skoðum boðorðin í þessu ljósi, þá kennir 8. boðorðið okkur það, ekki einungis að við eigum ekki að ljúga náunga okkar, heldur að við eigum að leita sannleikans hans vegna, við eigum að tala skýrt og greinilega svo að náunga okkar skilji þar sem við erum að segja. Við eigum að vera hreinskilningsleg við náunga okkar. Og 5. boðorðið kennir okkur ekki einungis það að við eigum ekki að taka mann af lífi, heldur að við eigum að elska lífið, elska okkar eigið líf og líf náungans, við eigum að hlúa af því, við eigum að hjálpa þeim sem þarfnast þess. En hvað með að snúa öllu þessu við og segja einfaldlega bara það að við eigum að elska náunga okkar og lifa í sátt og samlyndi og kærleika við alla menn og láta það síðan duga? Ekki nóg að einfalda þetta svona? Til hvers þurfum við allar þessar reglur? Ekki einfaldari að fylgja slagorðum eins og love is love eða kærleikur er kærleikur eða ást er ást, eins og við séð á plagötum og bólum út allt? Nei, það ekki nóg með það að boðorðin þurfa að mótast af kærleikanum, heldur það kærleikurinn líka að mótast af boðorðinum. Ef ekki, þá að kærleikurinn það til að verða kærleikslaus.
Ef að ég segi að ég elski náunga minn best með því að sitja á rassinum heima í stofu og vera ekki fyrir náunga mínum, heldur leyfa honum að gera nákvæmlega það sem honum sýnust, þá það aumur kærleikur. Hann mótast í raun og veru mest af öllu að því að ég elska sjálfan mig og vil ekki þurfa að hafa fyrir neinu og ég vil heldur ekki að aðrir sé fyrir mér. Kærleikur sem þarf ekki að fórna neinu, hann líka lítill kærleikur. Og ég fæ ekki betur séð en að mikið af þeim kærleika sem að talað í samfélagi okkar og sem mótar það einmitt þannig kærleikur. Það bandalaus kærleikur sem fyrst og fremst mótast að því hvað ég vil og hvað mig langar til hér og nú. Já, maður þarf reyndar að fara í gegnum réttu athafnirnar eins og að setja svartar myndir eða fána, hvort sem það regnbogafáni eða einhvers konar landsfáni á samfélagsmiðla. Maður þarf kannski að hrópa einhver slagorð eða lýsa yfir ákveðinni hollustu, en að öðru leyti krefst þessi kærleikur mjög lítils. Eða við tökum annað svona pínulítið öðruvísi dæmi, ef við sjáum fyrir okkur mann og konu sem að hafa sofið saman, en hafa öðru leyti lítinn áhuga að hafa nokkuð hvert með annað að gera, og síðan barn á leiðinni þrátt fyrir það að hvort þeirra vilji ala það upp með hinu foreldrinu. Þá auðvelt að líta þannig á að það báðum foreldrum fyrir bestu að binda endi á þungunina og farga fóstrinu. Já, þau getum við jafnvel lítið á það sem að kærleika hvort til annars. Með því að binda endi á lífið gera þau hinu foreldrinu auðveldara fyrir að sækjast eftir því lífi og þeim frama sem þau sjálf óska sér. Hver getur eiginlega lagt það á sára saklausa mannesku að þvinga ábyrgð upp á hana sem hún hefur engan áhuga á? Hér hefði 7. boðorðið komið til hjálpar ef það hefði verið hlustað á það þegar það var réttur tími. Þú skalt ekki drýja hór. En þegar hér komið sögu þá of seint að halda það boðorð. En nú ógnin önnur og nú það 5. boðorðið sem leiðbeinir þeim í þessari stöðu. Þú skalt ekki mann deyða. Kærleikurinn krefst þess að parið leyfi barninu að lifa. Hið ófædda barn nefnilega náungi þeirra beggja sem þau eiga að elska eins og sig sjálf. Þau eiga að elska barnið og þá auðvitað augljóst að þau geta ekki tekið það af lífi. Og svona tala öll boðorðin til okkar. Því stundum getum við tala okkur trú það að við þjónum náung okkar best með því að brjóta boðorðin. Ungur maður eða ung kona sem reynir að þrýsta kærasta eða kærustu til þess að sofa hjá sér, sem síðan ekki vill það, segir kannski, en elskaru mig ekki? Þá kærleikurinn á ástin samkvæmt skilgreiningu orðin það sama og að brjóta boðorðið. Eða maður getur sagt að það sé náunganum fyrir bestu að vita ekki sannleikan því þá líður honum bara illa. Þá betra að halda áfram að ljúga svo að náungin verði ekki leiður. Við getum séð fyrir okkur mann sem getur til dæmis ekki hætt að sóa peningunum sínum í spil og spilakassa og síðan telur hann sjálfum sér trú það að það sé best að leyna áráttu sinni fyrir konunni því annars gerir hún sér grein fyrir því að hann búinn að eyðileggja fjárhaginn þeirra og þá verður hún svo leið. Eða kannski kona sem hefur haldið fram hjá manninu sínum og hún leynir því fyrir honum til þess að geta haldið áfram að lifa saman í sátt og samlyndi. Það ekki öllum fyrir bestu? Nei, segir boðorðið, kærleikurinn krefst þess að við lifum í sannleikanum. Sá sem elskar náunga sinn lýgur ekki að honum. Og síðan þetta allra verst þegar við leynum sannleikanum drottin okkar og frelsara Jesú Krist. Og Jesú segir þetta einmitt í Guðspjalli dagsins og ég endurtek það úr 4. kafla í Markusarguðspjalli 21. vers. Hann sagði við þá, ekki bera með ljós inn og setja það undir mæliker eða bekk, það ekki sett á ljósa stiku.
Sannleikurinn Krist sannleikur sem við eigum ekki og megum ekki leyna fyrir náunga okkar. Þannig að boðorðin mótast af kærleikanum og kærleikurinn af boðorðinum. Það gefur réttan skilning á hvoru tveggja. En því miður þá þýðir það ekki að þetta verður eitthvað auðveldara. Þvert á móti, ef við raunverulega gerum okkur grein fyrir því hvers konar kröfur boðorðin gera til okkar, þá verður þetta allt saman ferlega erfitt. Boðorðið að elska einmitt það. Það boðorð, það krafa, það eitthvað sem við komumst ekki undan. Og það ekki hægt að gera svona kröfu auðveldari með að bæta annarri kröfu ofan á hana. Kröfu að elska líka. Því það eitt ef að Guð segir, þú skalt ekki mann deyða. Og það allt annar hlutur ef hann segir, þú skalt ekki mann deyja og þegar þú deyðir ekki mann, þá skal ástæðan fyrir því vera sú að þú elskar hann. Alveg eins og þú elskar sjálfan þig. En það einmitt það sem að Guð gerir. Hvernig getur hann það eiginlega? Hvernig getur hann gert svona strangar kröfur til okkar? Hver getur eiginlega elskað náunga sinn eins takmarka laust og við elskum okkur sjálf? Rökfræðilega það ekki einu sinni hægt. Við myndum öll farast í þessum fallna heimi ef við pössum ekki upp á okkur sjálf framar öðrum. Við getum einfaldlega ekki lifað með þessum hætti. Við getum ekki elskað með þessum hætti. Þannig að þessi boðorð kenna okkur núna tvennt. Í fyrsta lagi kenna okkur það að okkur skylt að elska. Og í öðru lagi kynna þið fyrir okkur eða útskýra fyrir okkur að við gerum það ekki. Allavega ekki með fullnægjandi hætti. Og ekki nóg með það, heldur getum við það ekki einu sinni. Það eru ekki góðar fréttir. En hér koma góðu fréttirnar. Fagnaðarerindið Jesú Krist hefur svar við hvoru tveggja og þá hvort með sínum hætti. Í fyrsta lagi boðar Kristur okkur fyrirgefningu syndana. Ekki einungis fyrirgefningu fyrir öll þessi minni boðorð sem við brjótum og getum ekki haldið, heldur boðar hann okkur líka fyrirgefningu fyrir að brjóta stóru boðorðin, það að segja kærleiksboðorðin. Vegna dauða síns og upplýsir boðar Kristur okkur það að hann fyrirgefur okkur fyrir að elska hann ekki yfir alla hluti fram. Hann fyrirgefur okkur ennfremur fyrir það að elska ekki náungan eins okkur sjálf. Það eru engar frekari kröfur sem við þurfum að uppfylla til þess að þóknast Guði. Kristur fyrirgefur okkur á grundvelli dauða hans og upprisu og hann endurreisir okkur til lifandi samfélags við sig. Ef þú játar syndir þínar eins og við höfum líka gerst í dag í syndajátningunni og trúir því að Jesús hafi dáið og risið upp fyrir þína synd, þá áttu fyrirgefningu syndarinnar. Það eru góðu fréttirnar fyrirgefningu syndana. En jafnvel þegar við vitum það að syndir okkar hafi verið fyrirgefnar, þá virðist vera eitthvað sem vantar upp á, það ekki? Því hvaða gagn eiginlega í því að vera fyrirgefið ef maður heldur síðan áfram að gera það sem mann var fyrirgefið fyrir? Hvað stoðar það eiginlega að fá fyrirgefningu syndana ef við getum áframhaldandi ekki haldið boðorð Guðs? Við getum enn ekki gert það. Hvaða máli skiptir það ef hann tekur okkur í sátt, ef við stöndum föst í uppreisn okkar gegn honum? Hvaða gagn eiginlega í því? Fagnaðarerindið hefur til allrar hamingju svar við því líka. Í Nýja testamentinu það kallað góðu fréttirnar hinn nýja mann. Þegar Jesús fyrst veitir okkur fyrirgefningu syndana, þá fæðir hann okkur einnig að nýju. Vitnisburðurinn það, hinna nýju fæðingu og persónulegt fyrirheit með nafni það, finnum við í vatni skírnarinnar. Hið gamla synduga eðli í okkur byrjar að deyja, tekur að hverfa og ný sköpun, ný endurnýjun á sér stað. Já, við byrjum að endurnýjast. Og í fyrstu það
lítið og nærri því ósýnilegt eins og sáðkort sem að sáð í jörðina. Það virðist lítið og ómerkilegt. En það samt sem áður byrjunin á nýju lífi. Það byrjunin á endurnýjingunni sem að Kristur gefur okkur og veitir okkur. Hún á sér stað án þess að við skiljum hvernig hún gerist, hvaða sem að gerast innra með okkur, alveg þangað til Jesús kemur aftur í dýrð til þess að dæma lifendur og dauða. Að trúa á Krist og tilheyra honum að vera endurfæddur í vatni skírnarinnar og það hefur í för með sér þessa algeru endurnýjun mannsins. Guð hefur skapað nýja veru innra með okkur sem gerir þetta allt saman af eðli sínu. Það sem sagt nýtt eðli sem komið af stað innra með okkur. Nýr maður, ný sköpun. Og það eðli þessa nýja manns, þessa nýju sköpunar að elska Guð af öllu hjarta og að elska náungan eins og sjálfan sig. Það þarf ekki að segja þessari endurnýjuðu sköpun, þú skalt elska eða þú skalt elska náungan þinn eða þú skalt elska Guð, því þessi nýji maður getur ekki gert neitt annað en að elska. Hin nýja sköpun fullkomin sköpun. Það sá raunveruleiki sem að á sér stað núna og sá raunveruleiki byrjaður innra með þér. Endurnýjunin í Kristi ekki eitthvað sem við getum gert sjálf. Hún gjöf sem við tökum við frá Kristi og við tökum við henni með nákvæmlega sama hætti og við tökum við fyrirgefningu syndarinnar. Við veitum henni viðtöku með því að trúa henni og treysta á hana. Já, við verðum einfaldlega að treysta því að Kristur sjálfur endurnýja okkur og fullkomni það verk sem hann hefur hafið allt til þess dags þegar hann kemur aftur. Boðorð Guðs í heild sinni og hvert sig boðorð kærleika. Því hvert boðorð sem uppfyllist með boðorðinu, þú skalt elska drottinn Guð þinn og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En vegna syndar okkar það manninum ekki eðlislegt að elska aðra en sjálfan sig eða það sem einhvern veginn hagnast honum. Þess vegna hefur Guð sent son sinn eingetinn til þess að taka á sig gjaldið fyrir syndir okkar, taka á sig refsinguna, taka á sig dauðan í okkar stað. Því næst gefur hann okkur nýja fæðingu og endurnýjar okkur. Hann gefur okkur þetta nýja eðli sem í sannleika vill og þráir þann kærleika sem að Guð gefur. Jesús hefur gert allt þetta fyrir þig, því máttu trúa og treysta. Dýrð sé Guði föður syni og heilögum anda, sem var í upphafi enn og verða mun aldir alda. Amen. Játum saman trú okkar.